hamborgarabúla Tómasar. Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti Einarsinni frá Hæli. Ekki rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu þriðjudagskvöldi yfir úr fitnessinu yfir í handboltan og það nú heldur betur mikil veisla búið að vera upp á síkast í handboltanum í Ólisteild karla og Ólisteild kvenna og svo umspilsleikinni einnig að hefjast. Og já, það nú stórleikur á morgun hérna á Selfossi þar sem að Selfoss tekur á móti HK í fyrsta leik umspilsins og línunni kominn Árni Steinn Steinþórsson, þjálfari Selfoss. Heill og sæll félagi. Þetta blessaður. Hvernig hefur það? Bara þakkarlegt. Ég nú að byrja að leiðrétta þig. Já. Þetta leikurinn á fimmtudaginn. Á fimmtudaginn, þakkaði kærlega fyrir það. En ekki á morgun. Já. Þannig að við sér hafa það á hreinu. Auðvitað. Og það alveg númer 1 og 3 að hafa þetta allt á hreinu. Leikurinn á fimmtudaginn en já, kannski aðeins að umspilinu sjálfu. Þetta svona, það ekki umspil, þið lendið þarna í næst síðasta sæti og þau þurfa að mæta liðunum sem eru að keppa, berjast að komast í Ólisteild kvenna. Já, það passar. Það sem sagt 7. sætið úr Ólisteild kvenna fyrir að spila við þar sem 4. sætið í fyrstdeildinni sem í þessu tilfelli HK. Og síðan mætast annað og 3. sætið í hinni umspilsviðrunni og svo mætast sigurvegararnir í úrslitakeppninni í lokin. Okay. Þannig að, já, segjum ef að þið vinnið HK núna 2 leiki þá mætið þá annarkvort K.A. Þór eða F.A. Já, það passar. Já, það sú serið upp í 3 sigra. Já, ok. Þannig að það mikið, já, stórt program framundan hjá ykkur. Já, algjörlega. Þetta bara úrslitakeppnis stíl yfir þessu. Margir leikir og og bara held ég að verði bara virkilega verðugt verkefni. Já, okay. Vona bara að fólk mæti og geri þetta bara hörku stemningu. Já, það náttúrulega lykilatriði, já, það náttúrulega alltaf stemning hjá Selfyssingum, sérstaklega þegar komið á svona úrslitakeppninni. Algjörlega, það Selfyssingar eiga virkilega gott stuðningslið og við sáum það bara núna með karlaliði. Það var alveg mögnu stemning í leik 2 á móti Aftureldingu. Já. Og ef fólk verður jafn duglega með þetta okkur, þá verður þetta ansi gaman. Já. En aðeins að köllunum, þessi úrslitakeppni á köllunum, þetta náttúrulega búið að vera alveg, já, þvílík veisla. Já, það óhætt að segja það. Þetta búið að vera bara leikirnir í afturvöldunum voru bara hreifstætt magnaðir. Sérstaklega 8 leikjadagurinn á síðasta laugardag. Og það var svona eiginlega underdoginn í báðum hérinu sem að kláruðu það og það var ótrúlega fylgjast með því. Já. Þú náttúrulega, já, gamall haukamaður og ertu leikmaður Selfoss í dag, reyndar meiddur. Þetta náttúrulega væntanlega sárt eða ekki að horfa á þínum 2 félögum þarna dett út? Já, þetta leiðilegt fyrir haukana dett út. Náttúrulega klúbbur sem bara að vera þarna í hópnum bara í 15 ár núna. Samfleitt líka við og ég veit að þeir eru ekkert sáttir með þetta. Nei. En ef ég þekki það rétt þá þetta bara eitthvað sem að mun gera það enda betri en næsta vetur, þannig að haugarnir eru ekkert hættir í toppbaráttunni. Það engin langt frá því. Og já, Selfoss, já, Afturelding sló út Selfoss í framlíkingu, þannig að það var nú ekki síður í veisla þar. Nei, það var bara frábær handboltaleikur. Það var gríðarleg stemning og bara vel spila fannst mér og það var einhverju sem að fóru fram á sem að vildi meina að þetta hefur verið eitthvað ólulegt í lokinu af venjulegum leiktíma, þannig að það var bara drama og læti þar alveg svo í hinu leikjum. Já, nákvæmlega. Þetta já, algjör veisla, það náttúrulega, nú eru undanúrslitin, það eru náttúrulega F.A. Afturelding og Fram Valur, það hins vegar hefst annarkvöld. Já, það getur passað. Ég ekki alveg með það á hreinu. Nei, en hvernig, ef þú gískar svona spáir í spilin, svona, þú ert nú spátum getinn eða ekki, F.A. Afturelding, þorur eitthvað að segja hvort lið fari í úrslitin? Ég veist, það er bara ríkilega erfitt einvíð, það er bara bæði einvíð. Það er náttúrulega eins og byrjum ok eftir F.A. Afturelding, þetta er deildarmeistararnir á móti liðinu sem búið að fara í úrslit 2 ára röð. Ég ætla að skjóta á að Afturelding taki þetta einvíð. En ég held að það fara alveg í 5 leiki
Ég finnst svona, F-fangarnir, þeir eru með allt með sér og búið að vera svakaleg stemning þarna, en svo Afturelding svona sært dýr eftir síðustu 2 ár og eru alveg, þeir séu með svakalega hungraðir að komast í úrslitaseríuna. Og ég ætla að skjóta á að Afturelding hafi þetta í 5 leikjum. Já. Þannig að Það er svona mín tilfinning, en enga síður er búin að eiga frábært tímabil og vel að deildameistaratillinu komnir, þannig að það er ríkilega erfitt að spá þetta. En þá er það hitt einvið, það er Reykjavíkurfélagið Fram og Valur. Já, það er bara annað einvið sem er náttúrulega ómögulegt að spá fyrir. Þeir eru náttúrulega Framarði myndi helst vilja, ég myndi segja að þeir detti út 3-0. Það er svona saga þeirra tímabilinu og það er enginn búinn að hafa trúa þeim, en þeir eru búinn að stinga sokk upp í nánast hvern einn og eina staðum. Þannig að svo eru þeir með heimavallarréttin líka, Framarði, það er magnað einnig, sko, þeir eru enda í 7. seti, eða 7. seti. Nei, veitu hvernig var þetta, 7. seti. Og eru samt með heimavallarrétt í undirúrslitunum. Og síðan er hann meittur náttúrulega í banni útlendingurinn hjá Völsurinn, þannig að ég held að sú séri eftir að vera alveg spennandi og kæmi mér ekkert óvart og Framarði myndi stela þeir ná sama leik bara á móti Haukunum, þeir voru bara fjandi góðir. Já, nákvæmlega. En ef ég fæ til að stela þig aðeins í úrvalsdeild kvenna, þar eru náttúrulega þó nokkuð lið, heldur að verði svona hrikalega jafnir leikir eins og við búum að vera þarna að kalla með í úrslitakeppninni. Já, úrvalsdeild kvenna úrslita, já. Ómögulegt að segja, sko. Ég hins vegar hallast að því að mér finnst stjörnuliðið og framliðið vera svona áberandi bestu liðin, bestu liðin. Nákvæmlega. Ég held að þau klári sín heimvíði svona nokkuð samfærandi í undirúrslit. Já, nákvæmlega. En úrslitaserían, hún geti alveg farið í 5 leiki þess vegna. Nákvæmlega. Og ég með sýnir svona á öllu að Stjarnan virðist vera með sterkasta liðið á landinu í dag, en svo er náttúrulega úrslitakeppnin bara allt annað mót, þannig að það er engin með að vita hvernig það fer. Nákvæmlega. Umspilsleikinir hjá ykkur hefjast núna á 5. og það getn HK þessi fyrsta til kvenna, þetta var hrikalega jafnt alveg fram í lokin. HK lendi í 4. seti með 20-60, FH í 3. með 29 og KA Þór og Fjölnir voru náttúrulega jöfnastigum hérna í topparöndinni. Hvernig er svona, leggst þetta fyrir? Ert þú með vilt eitthvað segja eitthvað það hvort þú vilt meta KA Þór eða FH, eða breytið það einhver máli fyrir ykkur? Við þurfum náttúrulega bara fyrst og fremst að klára HK, bara 1, 2 og 3. Nákvæmlega. Það er bara það sem við erum einbillinn á núna. Auðvitað er maður búinn að skoða öll liðin sem eru að taka átt í þessu umspili og en við erum ekki komin það langt að farnir að vilja fá einhvern mót þegar við úrslitunum og einbillinn á undanúrslitin og séð það all okkar orku í það. Já, þið eru náttúrulega ánu, besta leikmann ykkar, Hrafnhildur Hannu sem að slasaðist. En þið er ekki standið samt alveg ágætt fyrir utan þennan? Jú, náttúrulega sjálfsög högg fyrir okkur að missa Hönnu. Frábær leikmaður og leiðtogi, bara innan allar utan. Það er náttúrulega bara hvert lið, sama hvað lið á landinu hefði mist leikmanni hennar gæfleiki myndi finna fyrir því. Við erum hins vegar mjög ánægðir með hvernig stelpunnar eru að svara þessu. Já. Það eru svona, með tópurum bara að hafa tjest og það eru 9 leikmenn að gera tilkall núna og við erum bara bjartsýnir á framhaldið. Þetta er búið að vera stígandi í þessu fyrst okkur. Þannig að það er að segja eftir að Hanna meittist, þá var náttúrulega hluti aðeins að taka skipulagi í gegn og breyta aðeins áherslunum, en mér finnst svona liðið vera að komast í betri rytma núna og ég held að við getum alveg séð flotta leiki hjá stelpunum núna í umspilinu. Ég veit að það er búið að vera mikið fyrir það að fylgjast með, það er kvennaboltinn og karlaboltinn. Hefur eitthvað náð að fylgjast með fyrstdeild karla? Nú er umspilið að hefjast þar. Já, nei, ég hef lítið sem ekkert fylgst með fyrstdeild karla, ég veit þið. Nei. Við kynum það bara, ég er ekki viss að hvað lið er í umspilinu. Nei. Allan ekki Mílan, þínu menn í Mílan eru ekki voru ekki að standa sig gildi núna. Þá verður ekkert gaman að horfa á þetta, þeir eru ekki. Nei, nákvæmlega. En
umspili verður náttúrulega bara eins og lítur út fyrir að getur verið að þeir muni fjölga í deildinni. Þá náttúrulega bara undanúrslitin sem að verða líklega úrslitaheiminn. Já. Og þannig að það verður getur skrítið úrslitaheiminn í umspilinu ef að bæði liðin eru örugg uppi. Já, nákvæmlega. En jú, það er náttúrulega eins og í fyrra þegar við tókum Fjölni í 5 leikja seríu, það var bara frábært einví og svakaleg stemming sem myndaðist og þetta er náttúrulega bara veisla fyrir alla sem koma, alveg sama hvort það umspil í kalla eða hverna úrslitakeppni eða hvað það er. Þetta er bara algjör snilld eiginlega. Áður en ég slepp þér, hvernig er svona, líkaminn á þér? Þú ert alveg hrikalega óheppinn alltaf með meiðsli. Nú eru menn ofta að spyrja sig hvenær kemur þú aftur í kallalið Selfoss? Já, ég mæti bara í góðu standi í haust, býtt ég við. Það er bara, það gengur bara fínt og tekur bara helviti tíma svona endurhæfingu eftir sérstaklega axlameiðsl. Það var alveg gefinn 6 mánaða tímarammi eftir síðustu aðgerð og hann er svona í lok maí, þá reikna ég með að ég geti verið að næma 100%. Það er svona planið. Hvað er málið með ykkur strákana 91 árgangin frá Selfossi sterka í handboltanum? Hvað eru þið allir meiddir alltaf? Það er góð spurning. Bara, það er eitthvað lind í okkur líklega. Nei, þetta er bara einhvern veginn það er hægt að koma í veg fyrir þessum meðslu, svo rennur sem er bara óefni og ég held að við séum bara búin að vera ríkala óefnir flestir á okkur. Já, og það er vonandi að það færi að sé að minnka núna. Árni Steinn Snæþórsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur sem allra best. Takk fyrir. Já, takk fyrir það. Ok, þessar. Já, það er nú heldur betur veislan framundan í handboltanum, umspilin og fleira á úrslitakeppnin. Annað kvöld klukkan 8 á sama tíma í Kaplakrika FH Afturelding fyrsti leikur, Fram Valur í Framhúsum og svo er það klukkan 7:30 í umspil í Ólafsdeild karla í Austurbergi IR Þróttur og klukkan 8 í Víkinni Víkingur KR. Svo er það fimmtudaginn klukkan 2 úrslit í Ólafsdeild kvenna Fram Haukar, svo klukkan 4 Stjarnan Grótta og sama tíma í KA heimilinu í umspil í Ólafsdeild kvenna KA Þór FH og Selfoss í klukkan 7:30, Selfoss HK klukkan 7:30. Svo laugardaginn það er heill haugur að leikjum og það er seinni leikur Afturelding FH klukkan 4 og klukkan 2 í laugardagsvellinni Þróttur IR í umspil Ólafsdeild karla og klukkan 4 í TH11-vellinni KR Víkingur og svo er það í Valsvöllinni einmitt Evrópukeppni karla klukkan 6. Þannig að það er veisla framundan og svo eru leikir á sunnudaginn 4 leikir, úrslit í Ólafsdeild kvenna, Grótta Stjarnan klukkan 2 og í Senkerhöllinni Haukar Fram klukkan 4 og klukkan 2 í umspili við Ólafsdeild kvenna, það er seinni leikur HK Selfoss og í Kaplakrika FH KA Þór. En við ætlum að fara næst í körfuknattleikin og línuna inn á skams verður Ingi Hauksson sem er NBA spekingur minn að þessu sinni. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.